Góðan daginn, virðulegu ráðstefnugestir UT-messunnar. Erindi mitt hér í dag fjallar stafræna stefnu fyrirtækja og fyrirtæki eru í auknum mæli að setja sér slíka stafræna stefnu og auka notkun á rafrænum miðlum bæði til þess að eiga í samskiptum og gera samninga við sína viðskiptavini. Það er þetta augljóst hversu mikil hagkvæmni fólgin í því, bæði fyrir viðskiptavini og fyrir fyrirtækin sjálf, að geta átt í sínum samskiptum með rafrænum hætti, í stað þess að þurfa alltaf að hittast augliti til auglitis til þess að ganga frá sínum samningum og viðskiptum. En á sama tíma þá getur svo staðreynd að aðilar eru ekki að hittast augliti til auglitis leitt til þess að ákveðið óöryggi getur komið upp hjá aðilum. Óöryggi fyrirtækja með rafræna samninga og rafræn samskipti má þó ef til vill að miklu leyti tækla með því að greina tvennt. Og það er annars vegar hvenær og að hve miklu leyti er hægt að nýtast við rafræna samninga og hins vegar hvaða sönnunarkröfur íslenskir dómstólar gera til slíkra samninga og rafrænna samskipta. Í fyrirlestunum mínu hér í dag langar mig til þess að fara yfir þessi tvö atriði sem jafnframt má skoða sem svona tvö skref sem fyrirtæki þurfa að taka vel til skoðunar við mótun á stafrænni stefnu. Ef við byrjum þá á fyrra skrefinu, hvað varðar stofnhætti samninga, þá er til þess að líta að samningar eru í raun gagnkvæmar eða nátengdar viljayfirlýsingar að minnsta kosti tveggja aðila. Það sem að kveðið er á ákveðin loforð. Til þess að samningur komist á, þá þurfa þessar viljayfirlýsingar að vera tjáðar með einhverjum hætti. Og meginregla í íslenskum lögum er sú að samningar eru ekki formbundnir. Og það þýðir að það er hægt að gera samninga munnlega, það er hægt að gera samninga skriflega og það er hægt að gera samninga með rafrænum hætti. Mikilvægast er í öllu þessu að þessar viljayfirlýsingar séu tjáðar og það er auðvitað hægt að tjá viljayfirlýsingum með mjög mismunandi hætti. Ég get tjáð minn vilja með því að kinka kolli og ég get gert það með því að taka í hendur við gagnaðila minn. Viðskiptavinir geta til að mynda jafnframt tjáð sína viljayfirlýsingu með því að haka í samþykkisreit á netinu eða með því að smella á tengil. En það getur auðvitað eðli málsins samkvæmt verið miserfitt að sýna fram á svona eftir á að þessar viljayfirlýsingar hafi verið tjáðar eftir því hvaða form er notast við. Það er mikilvægt fyrir fyrirtæki í tengslum við svona viljayfirlýsingar frá viðskiptavinum að gæta að upplýsingum. Þannig að fyrirtæki geti sýnt fram á að viðskiptavinurinn vissi hverju hann var að lýsa yfir. Og þá er hægt að styrkja viljayfirlýsingar viðskiptamanna, til dæmis með því að láta þá skrolla yfir skilmála á netinu áður en að þeir fá tækifæri til þess að samþykkja þá. Eins og í lögfræðinni almennt þá eru þetta ákveðnar undantekningar á þessari meginreglu þess efnis að samningar séu ekki formbundnir. Og þannig kann að vera kveðið á það í lögum að samningar skuli vera með ákveðnum hætti og það sama kann að grundvallast á venju eða samningi aðila. Og í þeim tilvikum þá þarf að skoða hvernig þessar formkröfur horfa við rafrænum samningum. Dæmi formkröfu í lögum það er skilyrði þess efnis að samningur skuli vera skriflegur. Og dæmi það eru til að mynda ákvæði í lögum að húsaleigusamningar skuli vera skriflegir og samningur neytendalán. Og þá vaknar spurningin, geta rafrænir samningar uppfyllt þessa kröfu að vera skriflegir? Og þessari spurningu er svarað í lögum rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu. Það sem kemur fram að ef í lögum er gerð krafa að samningur skuli vera skriflegur, þá geta rafrænir samningar uppfyllt á formkröfu að tveimur skilyrðum uppfylltum. Og það er annars vegar að ef samningurinn er aðgengilegur og hins vegar ef unnt er að varðveita hann, ef þessi tvö skilyrði uppfyllt, að þá geta fyrirtæki notast við rafræna samning, jafnvel þó svo að kröfur séu í lögum að samningur skuli vera skriflegur. Og með aðgengileika þá er átt við það til dæmis að neytandi eða viðskiptavinur þurfi ekki að vera með sérstakan hugbúnað til þess að geta opna samningin og lesið hann. Og með varðveitanleika er þó átt við það að viðskiptavinur og fyrirtæki geti gengið að þessum samningi síðar meir.
Þetta nær þó ekki alveg til allra samninga því að lögin þau undanskilja samninga á sviði sifja- og erfðaréttar og eins samninga sem að stofna eða yfirfæra rétt yfir fasteignum. Og þessa samninga þarf þannig ennþá að gera á pappír og eins samkvæmt núgildandi lögum þarf að gera samninga á pappír sem þarf að þinglýsa. Annað dæmi formkröfur í lögum krafa laga til þess að samningar eða yfirlýsingar skuli vera undirritaðar af aðilum. Samþykki á kauptilboði fasteign dæmi eitthvað sem að þarf að vera undirritað. Og með sama hætti vaknar þá svo spurning hvernig þetta horfir við rafrænum samningum. Hægt að undirrita slíka samninga og uppfylla þetta skilyrði skriflega undirritun. Þessari spurningu líka svarað í lögum rafrænar undirskriftir. Þar kemur fram að ef að svokölluð fullgild rafræn undirskrift notuð, þá uppfyllir slík undirritun alltaf skilyrði laga skriflega undirritun. Með fullgildri rafrænni undirskrift átt við útfærða rafræna undirskrift sem studd vottorði og gerð með ákveðnum öruggum undirskriftabúnaði. Á Íslandi aðeins einn útgefandi að slíkum öruggum undirskriftabúnaði og það auðkenni. Og auðkenni býður upp á 2 leiðir til þess að skrifa undir samninga með þessari öruggari leið. Það segja sem fullgild undirritun og það annars vegar notkun á snjallkorti með örgjörfa sem þá stungið inn í tölvu með bara USB-tengi og hins vegar það notkun á ákveðnum símkortum sem hafa þá verið virkjuð af auðkenni. Og sé annarkvort þessa tækni notuð að þá uppfyllir slík undirritun alltaf skilyrði laga skriflega undirritun. Útbreiðsla á þessum fullgildum rafrænum undirskriftum svo sem ekki mikil á Íslandi enn sem komið en í lögunum þó jafnframt kveðið á það að annars konar rafrænar undirritanir geti uppfyllt skilyrði laga skriflega undirritun. En það þó eitthvað sem þarf að skoða bara í hverju tilviki fyrir sig. Ef við lítum þá næst á samskipti fyrirtækja við viðskiptavini þá gera lög almennt ekki neinar formkröfur í þeim efnum. Lög geta þó í einhverjum tilvikum gert kröfu það að tilkynningar skuli senda með rafrænum hætti og þá gildir raun það sama á við skriflega samninga. Það segja ef að rafræn tilkynning aðgengileg og undir að varðveitana að þá hægt að senda tilkynningu rafrænt þar sem að kröfur gera þar sem lög gera kröfu skriflega tilkynningu. Í þeim tilvikum þar sem að tilkynningar fyrirtækja til viðskiptavina fela í sér svokallaða ákvöð, til dæmis uppsagnarsamninga ræða eða riftun, að þá taka slíkar tilkynningar eða það telja skuldbindandi að lögum þegar þær komnar til vitundar móttakanda. Og það vaknar svo spurning hvernig getur rafræn tilkynning og á hvaða tímapunkti telst hún komin til vitundar móttakanda. Svo getur verið, þá verður yfirlýsing að vera skiljanleg móttakanda og efni verður aðgengilegt. En gæti fyrirtæki að þessu tvennu og gæta því að þeir til dæmis ekki nota hugbúnað sem viðtakanda ekki aðgengilegur, að þá almennt ekki því neitt til fyrirstöðu að fyrirtæki geti átt í rafrænum samskiptum við sína viðskiptamenn. Og þá jafnframt til þess að líta aðilar getur þetta samið það í upphafi viðskiptasambands að þeir skuli eiga í samskiptum með rafrænum hætti. Af þessari mjög grófu og almennu yfirferð yfir stofnhætti samninga og formkröfur sem að gerðar mögulega til samskipta, þá má sjá að fyrirtæki geta almennt notast við rafræna samninga og rafræn samskipti við sína viðskiptamenn. En jafnvel þó svo fyrirtæki hafi kortlagt þetta fyrsta skref í mótun á rafrænni stefnu sinni að þá geta sönnunarkröfur haft áhrif á það að hvað miklu leyti fyrirtæki ákveða að nýta rafræna miðla í sínum samningum og samskiptum. Það leiðir okkur að skrefi númer 2 varðar sönnun á rafrænum gögnum. Það til þess að líta að sönnun hún lítur aðeins að staðreyndum og aðeins þarf að sanna staðreyndir sem umdeildar.
ef að engin ágreiningur milli aðila, til dæmis það hvort að samningur hafi komist á eða hvort að tilkynning hafi komist til skila, þá þurfa aðilar ekkert að færa fram neina sönnur á því. Það einungis ef ágreiningur milli aðila sem aðilar þurfa að leggja fram þá eitthvað sönnunargögn þá staðreynd. Og í íslensku réttarfari þá meginreglan sú að sönnunarmat dómara frjálst og í því felst að það á valdi dómara að ákveða hvort að staðhæfingar aðila teljist sannaðar og hvor aðilinn skuli bera halla af sönnunarskoti. Og sá aðili sem talinn bera hallan af sönnunarskoti, hann talinn bera svokallað sönnunarbyrði. Og þegar við erum að tala rafræna samninga og rafræn samskipti, þá má svona almennt ganga út frá því að sá aðili sem heldur því fram að rafræn samningur hafi komist á eða að rafræn tilkynning hafi verið send, að það sá aðili sem ber þessa sönnunarbyrði. Nú í því skyni að sannfæra dómara að fullyrðingum umdeild atvik séu rétt, þá leggja aðilar fram sönnunargögn. Og aðilar hafa forræði á sönnunarfærslu en í því felst að þeir ráða að hve miklu leyti og hvort þeir leggja fram einhver sönnun. Þessu sjálfræði þó sett ákveðnar takmarkanir í lögum vegna þess í lögum með tæmandi hætti talið upp hvað geta verið sönnunargögn. Og það eru munnlegar skýrslur aðila og vitna fyrir dómi. Það eru matsgerðir svokallaðra dómkvaddra matsmanna sem eru þó sérfræðingar í öðru heldur en lögfræði og skýrsla hans fyrir dómi og það eru skjöl og önnur sýnileg sönnunargögn. Nú undir önnur sýnileg sönnunargögn þar geta fallið rafræn gögn og íslensk réttarfarslög eru því almennt því ekki til fyrirstöðu að aðilar geti lagt fram rafræn gögn. Og í framkvæmd hafa þetta verið lögð fram til að mynda lagði fram tölvupóstar og bókhaldsgögn og tölvufærið bókhaldi í áraraðir. En venjan hefur hins vegar verið svo að þessi gögn eru prentuð út og lögð fram sem skjöl. Það eru einhver dæmi þess í framkvæmd að lögð hafi verið fram rafræn gögn til að mynda hafa aðilar fengið heimild hjá dómara til þess að leggja fram tölvupósta á minniskubbum í einhverjum tilvikum. Og þá var í þessum dómi sem ég nefni hér á glærunni í máli Betsson, það sem ákært var fyrir auglýsingar á vefsíðunni Betsson, þar var afrit af þessum auglýsingum, þar voru lagðar fram á tölvudiski. Þannig að það eru einhver dæmi þess að rafræn gögn hafi verið lögð fram, en það heyrir þó til algjör undirtekninga. Og það eru svona ýmis praktísk atriði hjá dómstólunum til að mynda bara málaskráin og skjalaskráin sem gerir það að verkum að framlagning rafrænna gagna erfiðleikum háð. Nú en þegar kemur að sönnunargildi rafrænna gagna þá áreiðanleiki þeirra tækni sem maður notast við eitthvað sem skiptir öllu máli. Og ef við lítum fyrst á fullgildar undirskriftir að þá hafa það ríkt sönnunargildi, enda þeim ætlað að hafa sama gildi og skriflegar undirskriftir að lögum. Nú fullgild undirskrift eru þetta ekki fortaksleg sönnun, frekar heldur en skrifleg undirskrift, vegna þess undirskriftir eru þetta hægt að falsa og það hægt að fá með svikum. En í réttarfarslögum þá skriflegum undirskriftum veitt sérstakt sönnunargildi því að þar segir að skjal með undirskrift teljist gefið út af viðkomandi með því efni sem það hefur að geyma þar til hið gagnstæða hefur verið sannað. Nú það sem að fullgildum undirskriftum ætlað að hafa sama sönnunargildi og rafrænum má því gera ráð fyrir að dómari myndi líta eins á fullgilda rafrænar undirskriftir. Nú í þessu sambandi jafnframt rétt að nefna að í Evrópusambandinu þá hefur verið samþykkt reglugerð rafræna auðkenningu og traustþjónustu. Og þessari reglugerð ætlað að taka við af tilskipun rafræna undirskriftir sem að okkar lög rafræna undirskriftir byggð á. Nú í reglugerðinni réttu sér tilskipunni mælt fyrir sönnunargildi rafrænna undirskrifta, en það einnig mælt fyrir sönnunargildi annars konar tækni til að mynda rafrænna tímastimpla og rafrænna innsigla. Nú með rafrænu innsigli og tímastimplum hægt að fá staðfestingu á uppruna og efni skjala.
og samkvæmt reglugerðinni þá skulu gögn sem að tengjast fullgildum rafrænum innsiglum og fullgildum rafrænum tímastimplum, þau skuli teljast rétt sem og uppruni þeirra. Nú það unnið að innleiðingu á þessari reglugerð hér á landi, en verði hún tekin upp í íslensk lög óbreytt, þá má telja ljóst að dómstólar munu þurfa að veita gögnum með þessum innstimplum og þessum innsiglum og tímastimplum ríkt sönnunargildi og lít svo á að þessi tækni sem að innsiglin og tímastimplarnir byggja á sé áreiðanleg. Nú þá í reglugerðinni jafnframt að finna ákvæði sem tekur almennt á sönnunargildi rafrænna gagna og svona ætlað að ítreka mikilvægi þeirra. En þar segir að ekki megi neita rafrænu skjali viðurkenningu sem sönnunargagni á þeim grundvelli einum að það sé á rafrænu formi. Nú ef við lítum þó annars konar tækni sem að fyrirtæki geta notast við gerð rafrænna samninga og samskipta, þá ber næst að nefna símbréf. Nú notkun símbréfa í viðskiptum heyrir nú eflaust í dag til algjörra undantekninga, en af þeim dómum sem að hafa fallið áreiðanleika símbréfa má sjá svona hvað aðferðafræði dómstólar beita við sönnunarmatið. Og ég nefni hérna á glærunni 2 dóma, sá fyrri frá árinu 1994. Og í því máli þá hafði lögmaður verið boðað til þinghalds með símbréfi. Og samkvæmt lögum þá ber að boða til þinghalda með sannarlegum hætti. Og þessi lögmaður hann neitaði fyrir það að hafa fengið þetta símbréf. Nú í málinu þá lá fyrir bréf frá Póst og síma öryggi símbréfasendinga. Þar kom fram að sendandi slíkra sendinga gæti aldrei verið 100% öruggur að móttakandi hefði fengið símbréfið. Og þar var því lýst hvað gæti farið úrskeiðis í sendingunni. Þannig gæti komið upp bilun bæði í því tæki sem að símbréfið sent úr og í því tæki sem að móttekur símbréfið og þá gæti frágangur á skjalinu jafnframt skipt miklu máli. Nú Hæstiréttur sagði að af þessum upplýsingum yrði ekki ráðið að hægt var að fullyrða að símbréf bærist þeim sem að það væri ætlað og sendingakvittun dugði ekki til í þessu sambandi heldur. Nú í dómi Hæstaréttar frá 2005 sem ég hef jafnframt tekið þarna upp, þar komst dómurinn að sömu niðurstöðu og sagði að gegn neitun viðtakanda yrði ekki talið sannað að tilkynning hefði borist. Nú dómstólar álíta faxtæki þannig ekki áreiðanlega tækni og við mat á sönnunargildi tækninnar meðal annars tekið mið af því hvað getur farið úrskeiðis við sendingu. Ef við lítum þá næst á tölvupósta, þá hef ég sett upp á glæruna dóm frá árinu 2013. En hann varði samning milli Gagnaverslunar og Reykjanesbæjar og í því máli var deilt það hvort að samningi hefði verið sagt upp. En í samningnum þá var gerð krafa það að samningum skildi segja upp með sannarlegum hætti. En í reynd var honum svo sagt upp með tölvupósti. Þannig að aðilar voru deilt það hvort að þessi uppsögn í tölvupósti væri nægjanleg. Nú, í dómnum var komist að þeirri niðurstöðu að yfirlýsing í tölvupósti fæli í sér ótvíræða uppsögn á samningi. Á dómnum á þannig ráða að tölvupóstar geta fullnægt kröfu með tilkynninga sem þurfa að berast með sannarlegum hætti, í það minnsta þegar því ekki mótmælt að tölvupósturinn hafi borist. Og komi upp slík mótmæli má alveg velta því upp hvort að aðilar gætu þó ekki lagt fram svokallaða atburðaskrá og sýnt fram á sendinguna. Slík atburðaskrá hefur að geyma betri upplýsingar heldur en til dæmis staðfestingar skjal og faxtækið, þar sem ekki greint á milli hvort þú ert að senda auðar blaðsíður eða blaðsíður með texta. En þrátt fyrir unnt sé að rekja tölvupóstsendingar, þá ekki þar með sagt að hægt sé að staðfesta að ákveðin einstaklingur standa baki tölvupóstinum, jafnvel þó svo að tölvupósturinn virðist koma frá hans netfangi. Og fyrir dómstólunum hér á Íslandi hafa aðilar oft borið því við að þeir hafi ekki sendt þá tölvupósti sem að liggja fyrir málinu sem sönnunargögn og sagt þá vera falsaða. En íslenski dómstólar hafa, svo ég viti til, ekki ennþá tekið á þessu í sínum dómum. En þá þyrftu dómstólar væntanlega meðal annars skoða hversu auðvelt að falsa tölvupósta.
það eitthvað sem að vafalaust mörg ykkar hér inni geta svarað og væri áhugavert að fá umræðu það eftir fyrirlesturinn. En samskipti fyrirtækja fara oft á tíðum jafnframt miklu leyti fram í gegnum vefsíður fyrirtækja og innan kerfa fyrirtækja. Og þá rekjanleiki samskipta lykillinn þegar kemur að sönnunargildi slíkra gagna og upplýsinga. Og fyrirtæki verður þannig að geta rakið samskiptasögu og haldið utan það hvenar til að mynda viðskiptavinur samþykkti ákveðna skilmála og í hvaða formi voru þessi skilmálar þegar hann samþykkti þá. Það að segja hvers efnis voru þeir, til dæmis ef fyrirtæki að breyta sínu skilmálum þá þarf að halda vel utan það hvernig skilmálarnir voru á þeim tíma þegar viðskiptavinur samþykkti það. Nú þá getur kerfisönnun jafnframt skipt miklu máli, en með kerfisönnun átt við að gögn séu tryggð tæknileg atriði kerfisins, svo sem uppbyggingu, villur og öryggisráðstafanir, til þess að geta sýnt fram á það síðar meir að gögn sem að stafa úr kerfinu að þau séu rétt. Nú það ekki reynt á þetta atriði fyrir íslenskum dómstólum, en í danskri dómaframkvæmd hefur meðal annars verið litið til þessa við sönnunarmat. Og glærinu nefni ég danskan dóm frá árinu 2005 sem varðaði innheimtu skuldabréfs. En ágreiningunni snýr að því hvort að skuldin hefði verið gjaldfelld. Nú Nordea banki gat sannað að svo hefði verið með því að leggja fram sönnunargagn úr tölvukerfi bankans. Nordea gat nánar tiltekið lagt fram gögn sem að sýndu fram á það að kerfið sendi sjálfkrafa tilkynningar gjaldfellingu með stöðugum texta sem ekki var hægt að breyta. Og sú kerfisönnun var talin veita staðfestingu á því að viðkomandi viðskiptavini hafði verið send þessi tilkynning gjaldfellingu. Nú af þessu má ráða svona í skrefi 2 þegar fyrirtæki eru að móta sína stafræna stefnu þá skiptir miklu máli að taka afstöðu til þess hvaða tækni skuli notast við. Og það auðvitað ekki til neitt eitt rétt svar í því samhengi og fyrirtæki þurfa að meta annars vegar kostnað og hagkvæmni og hins vegar áhættu á sönnun. Og þá getur auðvitað skipt miklu máli hvers konar samning og hvers konar samskipti að ræða. Þannig að fyrirtæki geta ákveðið að notast við mismunandi miðla og mismunandi tækni eftir því hvað ræðir. En það einnig ljóst að með aukinni notkun fyrirtækja á rafrænu gögnum að sú aukna notkun gerir þá kröfu að dómstólar fari að huga í auknum mæli að rafrænum sönnunargögnum. Þannig óraunhæft að í öllum tilvikum sé hægt að meta áreiðanleika tækni með útpröntun og skjölum og því mikilvægt að aðlaga dómskerfið þannig að framlagning rafrænna gagna sé raunveruleg í framkvæmd. Nú þá mat á áreiðanleika tækni mun frekar tæknilegs eðlis heldur en nokkuð tíma lögfræðilegs eðlis. Og því mikilvægt í svona málum það sem á reynir á þessi atriði að bæði dómarar kalli til sérfróða meðdæmendur til þess að sitja í dómnum með sér, þá eitthvað tæknifólk, og eins að lögmenn við öflun sönnunargagna kalli eftir og óski eftir dómkvæningu svokallara matsmanna, þá eitthvað tæknisérfræðinga til þess að leggja mat á áreiðanleika þessari tækni. Og það ekki ólíklegt að það muni reyna svona meira á þessi atriði fyrir dómstólum í náinni framtíð. Og þar spilið þið upplýsingatækni samfélagi því stórt hlutverk og þurfið að hafa aðkomu að þessum dómsmálum. Fyrirlesturinn minn svo sem ekki lengri en endilega ef að þið annarkvort hafið einhverjar spurningar eða viljið bæta einhverju við að þá bara tekið glöð á móti alls konar spurningum og athugasemdum. Kannski eitthvað sem getur svarað spurningunum minni, hversu auðvelt að falsa tölvupósta? Já, ég ætla að leyfa Bjarna að svara því. Nei, tjók. Herðu, takk hérlega fyrir fyrirlesturinn, mjög skemmtilegur. Ég langaði að spyrja einu varðandi sett á undirritun samninga með á rafrænum hætti. Ef ég búinn að auðkenna mig með rafrænum skilríkjum og ég komin inn á vef auðkendur, nóg fyrir mig að bara samþykkja samning þar eða þarf ég að undirrita skjalið sem fyrir fram mig? Fyrir ekki ertu til, ég heyrði ekki allt sem þú sagði. Þú búin að auðkenna þig,
Er nóg fyrir þig að samþykkja skjalið eða hvað? Já, er nóg fyrir mig að íta bara á samþykja á Já. samning sem er fyrir fram mig eða þarf ég að fara í gegnum undirritun aftur eða þessi rafrænu auðkenninguna aftur? Ef þú ert búinn að skrá þig inn þá ætti að vera nóg fyrir þig bara að samþykkja það þar. En þetta fyrir auðvitað bara eftir hvers konar tækni er notuð. Ef þú ert með fullgilda rafrænu undirritun og búinn að skrá þig inn þannig að þú getur samþykkt skilmála með þeim hætti, þá þarftu ekkert að gera neitt annað heldur en bara að samþykkja skilmálana. Takk. Svaraði spurningunni, ertu að hugsa um einhvers konar annars konar... Nei, þetta svaraði spurningunni. Takk. Einhverjar fleiri spurningar? Það væri betra að fá... Heyrðu, Kristín heiti ég. Ég með svona framtíðapælingar að þú sagðir þinglýsingar, þær eru ekki ennþá rafrænar. Hvenær förum við að sjá það svona rafræna ferli fara í gegn? Ég veit að það er verið að vinna að breytingum á lögum hvað varðar rafrænar þinglýsingar. Ég bara verð að viðurkenna, ég áttum ekki á því hversu langt það ferli er komið og hvenær breytingar á lögum munu taka gildi. En það er verið að vinna að slíkum breytingum. Komið þess að ég heiti Margrét Hauksdóttir, forstjóri Þjóðskóla Íslands og við komum að þessu verkefni rafrænar þinglýsingar. Og ég geti upplýst ykkur það að það liggur fyrir frumvarp hjá innanríkisráðuneyti breytingar á þinglýsingalögum. Það var í umsóknarferli núna í haust og okkar vonir standa til þess að það ná að klárast á vorþingi og ef það gengur eftir þá er tæknileg staða á þinglýsingakerfinu komið það langt og það hefur farið fram rafræn þinglýsing í prófunumhverfi. Þannig að tæknilega er ekkert í fyrirstöðu að hefjast handa 1. janúar 2018 ef þetta gengur eftir að lagabreytingar ná í gegn á vorþingi. Og það er samstarf við bankana prófunar aðgang. Takk fyrir þetta. Þá segi ég bara takk fyrir mig og góð skemmtun dag.